Janúar, Mötley Crüe eru komnir á fóninn. Við erum mættir í stúdíó, FM 95 Blöður hafið göngu sína. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja meðstjórnundu þáttarins. Annar þeirra heitir Steindi Junior, ertu velkominn? Takk fyrir það, takk. Hvernig ertu? Alveg fyllandi fín, fróðandi góður. Aldrei verið betri? Aldrei verið betri. Nei, ég sé það bráður út í stuði. Ég er í hættulöngir. Já, þú ert í hættulöngir. Já, ég þarf bara helst að gíra mig niður. Já, þú ert að fara á kallakvöld í kvöld og eitthvað svona, Já, þannig við kennum það, Þú ert eiginlega ofgýraður. Já, Það liggur akkurat. við. Já, en Egill, hvernig er þú það? Ég er svo nýr. Þú ert eins og nýr. Já. Lítur út eins og nýr. Mér líður eins og sé mæ, júní, en það er janúar. Já, það er enda... Þannig er ég í dag. Það er náttúrulega búið að vera sól út í allan dag. Það er ekkert að veðri núna. Nei. Var ekki neitt. Sól og sumar. Meiri segja sko við erum byrjað að sjá dagsbirtu. Já. Mér finnst það alltaf svolítið kósí. Mér finnst alltaf mjög fínt að geta séð í að fengi dagsbyrt á daginn. Já, það ekki svona á það að kallast forréttindi að fá að sjá dagsbirtu eða? Nei, ég held ekki. Ég held að menni ætti að skilja að fá að sjá hana. Við búum út í raskati, strákar. Í raskat. Ef við fæðist á Benidorm félagarnir, sól allan ásins-hring. Ég get ekki tekið undir það að vilja vera þar. Mundirðu vilja fæðast á Benidorm? Það ert að grínast Nicky, Vicky og Sexy Barbara á Enskaströndin. Þarft ekkert að vera þar allan daginn. Ég væri bara á The Beach. Nei, heldur Egill, þú væri ekki sami maður. The Beach. Þú væri ekki sami maður í dag og ert að þú fæðist á Benidorm. Jú, reyndar þú kannski. Veitu hvað var ég þegar Þú ert reyndar svona Benidorm boy. Þessi fordómar sem þið hafið, gagnvart Benidorm, eru fyrir neðan alltaf hellu. En er ekki að finna eitthvað aðeins meira fancy strönd og Ég hef sóla? tvisvar farið til Benidorm á síðustu 5 árum. Bæði skiptin hef ég reynt að fara mjög lágt með það. Það komst upp með bæði skiptin því miður. Ég skil ekki hvað það með okkar látt með það. Það er einhverju fordóma gæð. Ok, við erum að vera fertugir. Við erum að vera fertugir, Já, við eigum ekki heima á það. Mér finnst Benidorm vera, ef þú ætlar að fara til Benidorm, þá áttu að hafa láttu það. Hvenær fórstu síðast á Benidorm? Já, ég fór með þetta við fórum að skemmta þarna. Í sumar? Við fórum og voru fengnir til að skemmta og það var frábært. Gekk alveg hrikalega vel á svoleiðis, en þetta er bara í svo mikilli niðurníðslu, þetta er svo Ég er ósammála. Þetta er kannski allt í lagi fyrir... Já, það er bara eitthvað við að þú ert spurður. Hvað er þetta að fara til útlanda? Já, við erum að fara til Spánar, hvert á Spáni? Við erum að fara til Bene. Er að fara til Benidorm? Já. Eina sem toppar Ég það. steindi Frikki Dór og Ólíkir. Já, frábært. Eina sem geti toppað það væri svona ef þú ert að fara með 3 til 4, 5 félögum til Thailands. Það hljómar alltaf mjög illa líka. Nei, Thailand er svo fallegt, þú getur farið í golf og eitthvað. Já, allt í lagi að fara til Thailands, ég er ekki að segja það. Þú með konunni í brúðkaupsverði eða með einhverjum einu vininum og svona. En ef þú ert að fara í einhver svona fellaferð til Thailands, mér finnst alltaf hljóma svolítið dúbíus. Ég verð að viðurkenna. Sérðu þið fyrir þér bara einhver nöddstofur og rugla? Já, ég geri það. Mér langar nefnilega svo að fara til Thailands að spila golf, nú er ég ekki að fíla, sko. Nei, Þannig að þú átt eftir að dæma mig þá eftir ári, ég fyrir til Thailands næsta ári. Alls ekki, ég myndi aldrei dæma neitt. Þóttu myndi liggja á svona nuddstofum, ég myndi ekki dæma þig. Ég er ekkert að fara til að spila golf, liggja á einhverju nuddstofum. Benidorm er með ódýrt áfengi, ódýrna bjór. Sko ströndin er líka, það er ógeðslega gaman fallega strönd. Við vorum ekkert hangandi í Breskakverfinu, Benidorm er með vassblanda áfengi og með mjög mikið af erfiðum bretum. Ef þú kaupir áfengi sem er þekkt vörumerki, þá kostar það bara svipað á Íslandi, sko. Jú, þú getur alveg fengið þetta piss sem er hérna í einhverjum grænum flöskum, það sem er búið að hella afgöngunum í og fengið skot, sko. Það er ekki gutt sér. Og verið með krökkunum í því. Þú áttur þetta heim í því, Egill. Þú áttur heima með krökkunum í því og sörlífi og því þarna. Man finnur aldrei á sér þarna. Þú bara fær að auka hjartslætti og en ef þú biður og veist, skilur hérna Smirnoff eitthvað, þá er það alltaf mikil dýrara. Ekki að dýrstu henni heima. Þú gerir beðarinn. En hættu nú að okkur að tala Benidorm. Ég veit það. Við erum í svo miklum gýr. 16. janúar og... Við byrjum að tala dagsbirtuna hérna úti. Já, við fórum yfir til Benidorm og vorum að tala hvort áfengi var vassblandað ekki. En það er hækkandi sól og það eru allir í gýr. Og ekki að gýrina frá minka, því að núna getur fólk hlust á FM 95 Blöð frá 4 til 6 beint í landsleikin, Ísland-Svíþjóð. Algjörlega, og hugur okkar allra er svolítið núna út í Katar. Já, ég er reyndar orðin mjög þreyttur að sjá Snapchat frá Katar, allir í sólinu og eitthvað. Ég bara, váka ég verið til að vera þarna. Ég veit það. En hugum minn er samt þar með landsliðinu. Kíkja á kameldýr og fara í eyðimörkina og svona, Já, það er bara að liggja í sólbaði. Já, en þátturinn í dag, hann er rosaleg. Við ætlum að heyra í Aroni Pálmasinni hér á eftir. Og Egill, þú ert búin að búa til einhverja peppræðu fyrir íslenska landsliðið, ekki? Málið er, Blondale, listen up! I'm listening. Sko, það er ekkert mikilvægara en að vinna fyrsta leik. Og það er alltaf, ef við fáum það átt í A-hole í fyrsta leiknum, það er bara sagan segir, ef við fáum það átt í A-hole í kvöld, þá erum við aðrað þér. Þetta er búið, háum búið í ár. Ef við vinnum fyrsta leik og tökum þess að svíja og pökkum við saman, segjum bara, hörðu svíjar, eat poop. Ef við pöppuðum saman? Já, ef við pöppuðum saman og segjum, eat poop, svíjar, eat poop, og vinnum,
þá er það fyrir alla leiðir sem móti. Ég bjó í Svíþjóð, ég eitt og allt á. Svíjar eru ógeðslega mótnir og leðilegir. Hundleðilegir og ég er að peppa bara liðu. Nú er ég horfa alltaf á handboltan, ef það er HM og EM og allt þetta. En nú er ég og margir aðrir hlustendur sem er ekkert rosalega mikið í þessu. Ég veit að við höldum Íslandi og allt þetta, en hvernig er þetta, er mikill munur á liðum? Hvort lið er betra? Þetta ætti að vera jafnt í kvöld. Þetta er spennandi leikur. Já, við erum að tala um það, þetta eru jafn góð lið. Já, mjög svipuð. Við erum náttúrulega alltaf verið með Svíagrílun á okkur, en við erum svona eiginlega búin að bæla hana niður. En við hljótum að hafa þetta í kvöld. Það er allir heilir og Svíjar, máttu ekki gleyma því, draumingjar. Það er hérna vinnum mikið með okkur. Sem við ætlum að spila fyrir Aron og eftir. Spila líka bara fyrir þjóðina, ekki bara fyrir leiði, bara fyrir allir þjóðina. Nákvæmlega, við ætlum að fara í myndur fyrir cash, við ætlum í sturlaða staðreyndir, spurt og svarað, kortmyndur frekar, íslensk slúður. Brakandi fest, íslensk slúður var á síðasta. Og svo er líka eitt svolítið nýtt sem tengir sturluðum staðreyndum. Við getum þetta að hringi mömmur okkur á eftir, drengir, og þá er ég ekki að tala um bara mömmu mína, heldur ykkar líka, og ég mun útskýra þetta betur fyrir okkur eftir, ekki fara í panik. Þetta hljómar ekki vel, það er bara svoleiðis. Eftir sturlaða staðreyndir getum þetta að hringi allar mömmur okkar. Þannig að það verður stemming í dag og vá, ég er mjög ánægð með næsta lag og hef ekki heyrt það lengi. Þetta er mér sem bara eitt af mínum uppáhaldslögum með þessum snillingum. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blöð, hér á FM 957. Það er Steindi Jón, Ötti Blöð og Eil Gils með ykkur á þessum frábæra föstudegi. Föstudagur 16. janúar, það er sól og sumar útistráður. Kannski ekki sól og sumar, en það er birta og hlýja. Já, og það er svona benidormviður úti. Já, svei með það. Og allir hér í þvílingum gýr, enda eins og við sögum á, það er svona eitthvað við hennar föstudag, FM 9 Blöð til 6, beint í landsleik og það er líka snemma í jan, skólanir svona nýbyrjaðir, þannig að það er ekkert stress á liði. Já, ég ætla nú ekki að hafa áhrif á hlustendur, en ég gæti alveg trúa því að hlustendur séu búnir að fara í ríkið, sko. Já, þetta er, ég veit ekki. Ná sér í nokkra, sko. Já, eru eitthvað að hvetja til þessu? Nei, alls ekki, en þetta er bara svona þannig dagur, einhvern veginn. Já, það er stemming í liðinu. Það er bara þannig, hvort sem að allir eru búin að fyrir ríki eins og Steindi eða ekki, það er annar mál. En það er komið að slúðri hér. Þú talaði aðeins svo vilt. Slúðri hér í FM 95 Blöð og hvað er að frétta Mæli í dag? Er þetta brakandi fest Blöð? Já, sko, þetta, ég er með góða frétti fyrir Egil. Egil að slúðupakki dagsins tengist svolítið bara Kardashian fjölskyldinu. Yes! Þú getur alveg sagt það bara strax, þú ert ekki með Macaulay Culkin, þú ert ekki með alla þessa helstu, Wesley og Steindi, í 100. sinn, þá er Macaulay Culkin, hann er ekki en A-list celebrity lengur og er þar alveg ekkert mikið í slúðri. Það er ekkert verið að fylgjast mikið með hann. En hefur séð Home Alone þegar hann hleypur í gegnum klófið að löggamannunum á skautasvellinu og leikur sprettin yfir? Auðvitað ef ég séð Home Alone, það hefur ekkert með þetta að gera. Það eru 20 eitthvað ár síðan og hún kom út, drengir. Já, og búin að vera á dælun í 15 ár síðan. Má ég byrja? Já, kjörsel. Það er allt hérna brjálað núna í Kardashian fjölskyldunni því að, blöð, ekkert Blöð? Nei, blöð, ekkert bara eitt blað þó að InTouch Magazine sé í vesinu núna. Gott að blöð var komin inn í fjölskylduna. Að þá voru mörg blöð búin að vera að fjalla um það. Blöð eða blöð? Blöð búin að fjalla um það að hann er víst bara að breyta sér í konu. Kanye West? Bruce Jenner. Já. Ég er mikill Bruce Jenner maður. Já, þetta er einhver gömul Ólympíukempa. Sýndu mig mynd á hann. Þetta er pappi Kim Kardashian. Já. Og hann er náttúrulega pappi þeir með hverju. Já, algjörlega. Pappi minn er náttúrulega húgt á þessu þáttum, en þessi gæi, já, ég veit alveg hvað þetta er. Hann hefur nú alltaf verið nánast eins og kona. Já, og blöðin hafa svolítið til síns mál því að ef þú skoða myndir á hann, ég er að skoða hérna á netinu frá ári til ár, þá er hann að verða helvíti kvenlegur. Og þau eru skilin og blöðin vilja meina að hún hefði gefist upp að því að hann vilja líta út eins og kona. Vill hann halda the penis? Ég bara veit það ekki, það hefur ekki komið fram. Mér finnst hann líta út eins og hann hefði bara lent í einhverju sýruárás og látið svo græja sig tilbaka með cash. Mér finnst hann vera svona strektur og skrítin. Ljótt að segja, hann lítur hræðil út núna. Hann lítur hræðil út, já. Ég veit banna að dæma og það allt, en þetta er eitthvað sem hann er búin að gera sjálfum sig bara, sko. Hann lenti ekki inn einu slísi. Þetta er bara endalausar fegrunaraðgerðir og... Hann þyrfti ekki nema hnerra, ég færi allt andliti bara aftur í kúk, sko. Já, ángríns. Hann er líka farin að varalit og svona. Það er búið að strekkja svo andlitið á honum að það kemur ekki á óvart að ef hann myndi brosa þá myndi brettast upp á tippi. Hann er alveg bara að sér þetta. Já, þetta er hrikalegt. Þetta er bara eins og að rífi í gardínur. Já.
Hann satt nokkuð hugguleg kona, ég var að gefa hún Já, nei, ég ætti að vera að tala Kris Jenner, konan hans nefnilega fyrir þetta. Mér finnst hann svolítið huggulegur sem kona eftir hann Lítið vel út, sko. Þegar hann breytist þér. Nei, ég get ekki verið sammála því. Þetta áhugin 0 hjá Blöð á Bruce Jenner sem konu. En Kris Jenner og þau eru brjáluð út í slúðublöðina því að þeir voru núna photoshoppa mynda á hann eins og hann væri með varalit og eitthvað, en það er vist bara kjaftaði. Þannig að hann er ekki búinn að breyta sér konu en hann er vist aðeins svona hektorólega. Svo er ég með slúður hérna. Til að heyra hvort hann vilja halda þig penis eins og Egill var að tala um. Já, ég bara veit að ég get ekki svarað því. Sumir sem vilja vera kona að taka af the pains? Já, ég veit það, ég veit allt um það. Sumir halda þig penis og vilja bara Ef hægt að ræða penis og fara í næsta. Akkurat. Það er annar meðlimur fjölskyldunar, hérna Kardashian fjölskyldunar og það er Scott Disick, vitið hvað það er? Nei. Það er kærastinn hennar Kourtney. Ég ætla að googla hann hérna, ég er að skoða. Það er þvílíkumestari. Já, þau eru sem sagt kærustupar og eiga 2 börn, held ég, eða 3, sko, voru eignast sitt annað barn fyrir mánuði síðan. Og já, hann er ekki vinsæll núna hjá fjölskyldunni því hann er byrjað að drekka aftur, hann var vist hættur að drekka, ég vissi það ekki. Og hann er vist á blinda fyllir bara í Aspen núna, where the beer floats like wine, eins og þau dömur. Og hann er þar í einhverju skíðaferðalagi með bestu vinnum sínum og þeir eru búin að rústa einhverjum 2 hótelherbyggjum, það átti að handtaka á, búin að panta brennivín upp á herbyggið fyrir sko næstu 500.000 íslenska króna og já, svo var líka verið að ríkja lögguna því að fólk fann weed lykt úr herbygginu. Þannig að hann er bara basically á einhverjum bender í Aspen með vinnum sínum meðan að já, Kourtney er heima með nýfætt barn. Það er nú ekki vel gert hjá hann. Nei, það er alveg hrikalegt. Hann er með allt niður. Já, þetta er stutt í dæluna hjá þessum. Þetta er lélegt, já, en sko í þáttunum ljótt að segja, þá fíla ég hann ágætlega. Hann virkar alveg nokkuð svona helbriður. Já. Kannski einhverju veseni með kannski bara datan á dæluna og það bara rífa sig í gang. Já, við bara óskum honum allsins best allavega. Og svo í lokin síðasta slúðrið, það er nú ekki merkilegt, ég kannski átt að byrja því, en vinkona okkar Mariah Carey, hún er að fara að syngja núna á Vegas hóteli. Og já, við erum að tala að þetta verði stærsti Vegas samningur sögunar, hvorki meira en minna. Býtu, vorum við ekki að tala að einhver önnur hafi verið að dætti þetta líka? Í senast dætti? Jú, hver var það aftur? Jennifer Lopez. Já, Jennifer Lopez er líka fyrir það. Og Britney er að þessu. Já, er þetta kannski svona, er þetta endastuðin hjá popstjörnum? Nei, þetta gæti, ég var að lesa hérna, að spilar inn í að náttúrulega plötusala er ekki eins og hún var. Og sko, þá þarf fólk að finna aðra tekjur. Og ég meina, þetta er náttúrulega hrikalega mikill peningur. Í rauninni meiri peningur en kannski jafnvel aðri túrar. Já, og þægilegra sko. Já, en þetta er samt. Þau eru bara upp á einhverju svítu, þau eru bara að henda sér niður, halda tónleika og svo bara áfram í líf sitt. Það er samt eitthvað við þetta sem er ekki heillandi sko. Er það? Ég myndi drepa fyrir þetta. Það? Það er bara alltaf skemmt í Vegas. Já, og myndir hoppa upp með 100 milljónir alltaf. Eftir hvert gík. Þau eru að fá eitthvað svoleið sko. Já. Þannig að ég vorkenni þeim ekki neitt. Þetta var slúðurpakki dagsins, var hann ekki fín bara? Já, bara mjög fín. Hér eftir smá þá þurfum við að heyra í mömmum okkar allra. Ég þarf að útskýra það betur eftir sturlaðar staðreyndir. Myndurinn fyrir Cash er hér strax eftir auglýsingar, þannig að ekki voga ykkur að fara langt. FM 957 í samstarfi við Sushi Barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi Barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtækið þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi Barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi Barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttur. Thule og Dominos kynna. Þeir eru komnir aftur með glænýtt uppistand. Lengi lifi Mið Ísland. Miðasala á miði.is. Stór útsala tölvulistans er í fullum gangi. 1000 tölvuvörur á alltaf 70% afslætti. Tölvulistin. Græna byltingin er hafin á Subway. Nú bjóðast nýjir og spennandi grænir kostir á Subway sem eru bæði næringaríkir, ferskir og bragðgóðir. Fáðu þér avokado, spínat eða létta engifer og hvítlauksósu á þinn bát og gerðu hann enn ferskari, léttari og bragðbetri. Subway, ferskleiki er okkar bragð. Útsalan er í fullum gangi. Ekki missa af henni. IKEA. Kofinn er kofinn sem allir aðrir kofar hræðast. Kofinn, Laugavegur 2. Gerðu kröfur hreinleika og gæði. Veldu Cymex fæðubótarefni. Líkami og lífstíll, sporthúsinu Kópavogi, líkamioglyfstíll.is. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu.
Marút. Gerir gott enn betra. Nú eru salatdagar á fabrikunni. 2 ný gourmet salat og girnilegir grænir valkostir. Hamborgarafabrikan. Við kunnum líka að gera góð salat. Horfur á landinu, gert ráð fyrir talsverðið lottókomu með kvöldinu. 40 kúlur með köflum, dálítir eftirvænting og milljónir allt land. Leyfðu þér smá lottó. Sailor Jerry kynnir. Tónleikar með Johnny and the Rest á Fredriksen Alehouse í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 og frítt inn. Láttu sjá þig. Í dag Atlandsolíudagur. 12 króna afsláttur með dælulyklinum í dag. Atlandsolía. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6. Syngur Mr. Props, lagið heitir Waves. Wave after wave. Wave after wave. Það eitthvað kósið þetta lag, ég fíla þetta. Wave after more. Wave after wave. En þeir að hlusta hér á FM 95 Blö og þökkum við ykkur kella fyrir það, kæru hlustundur. Hér á FM. Hér á FM. Og já, það styttist í símtal, við erum að ringja í Aron Pálmarsson, landsliðsmann. Þeir eru að fara að hita upp og við ætlum að peppa hann áður hann fyrir inn í klefan. Egil, meira. Já, ég ætla bara að græja það við vinnum svíja. Ég tek á mig sigurinn, ég tek á mig tapið. Það verður ekki tap, eftir þess að peppraðu þetta sigur. En þú ert búinn að henda í peppræðu og við ætlum að leyfa honum að heyra hana, eða ekki? Já, og að því að vera styttist í leikinn þá þurfum við bara að gera það eftir smá stund. Já, því að hann er að fara að hita upp kl. 5, leikurinn 6 sko, þannig að maður ringja hann fyrir það sko, þetta er ekki flókið sko. En þá skulum við bara fara núna í dagskrárlið sem að heitir Myndur fyrir cash. Push the button! Nei! Jú, akkur Nei! Komið gott á honum maður. Ok, þá spila ég bara hérna, ég spila hann hálfan. Nei, spilum trailerinn. Hlustendur vilja heyra trailerinn. Þetta er bara að heyra þetta svo oft maður. Ég get haft það lengur ef þú vilt. Nei, alls ekki. Would you like to have pockets full of cash? Akkur fer ekki að vinna með núna Other Cash Blondell. Ég held að sé vestan á sem ég heilt. Og jafnvel er þetta stytta að sé bara niður í cash. Já, að kalla mig cash væri sennilega Vesta PR sem hægt að kalla það cash. Já, ég líka. Ég er að fara í bíó í kvöld. Með hverju mest að fara? Ægi og cash og hérna. Það er rosalegt. Ég og cash. Bara partíð með cash í kvöld. Já, ég mæti. Hver er þá Tango? Já, þetta er rosalegt. Hver var það Tango? Já, hver er Tango maður? Þú ert cash. Tango and cash. Það er allavega komið að myndur fyrir cash loksins eftir þennan trailer. Þetta tekur smá tíma alltaf en svona er þetta bara. Ég bjóð til þennan trailer og það er ekkert við það að gera. Eru þið tilbúinir, drengir? Já, við erum klárir. Ég er alveg búinn að hreinsa hugan. Já, af hverju þarftu að hreinsa alltaf hugan? Ég ætla bara að mæta feskur inn í þetta og ég ætla ekki að vera búinn að hugsa neitt. Ég ætla bara strax að koma með sátt. Þannig ertu að hugsa að gefa þetta í hinum dagskrárliðum? Nei, þú hefur verið að ræða með mér síðan og ódýr og svona, búin að vera svona hræri í mér, ég ætla bara að vera... Ekki láta bara tröfla þessu. Nei, ég ætla bara að vera alveg trúr sjálfur mér og ég ætla að vera hreinskilin í þessu. Og það er enda reitt sem er alltaf hér í FM 95 Blöð, við ljúum ekki að hlustendum. Það er hár rétt. Við höfum satt allt satt. Eru þið tilbúinir? Já. Þá er það fyrsta spurning. Mynduð þið sofa á gólfinu í 5 ár fyrir $1 million? Á grjóthörðu parkett gólfinu. Já, ég veit ekki hvernig gólfið er heima það er. Parkett, parkett. Ég svaf nú bara á gólfinu síðustu helgi. Ég er ekki að tala um þú kemur heim döð og drukki. Ég er að tala um bara í 5 ár. Ég kom ekkert heim döð og drukki. Við vorum að... Nei, þú laðið þig bara á gólfinu? Nei, við vorum að hljóðvinna þáttinn. Hrein og skjöld. Og vorum í stúdíónu. Og þá erum við sem sagt, það er alltaf svona daginn fyrir þátt. Stittu bara sögunni, komst heim fullur, svartu gólfinu. Það er enginn að kaupa þessa sögu. Nei, ég lagði mig á gólfinu upp í stúdíó í bara 3 klukkutíma sko og það var hræðilegt ég vaknaði. Mér var illt í bakinu í nokkra daga sko. Já, ég spyr, $1 million sem eru 120 milljónir, sofa á gólfinu í 5 ár. Má ég fá kott á gólfið? Er þetta steipugólfið, parkett, er þetta flísa? Þú fær kott undir hausinn en ekkert undir... Nei, ekkert undir bakið að raskatinn. Er þetta eitthvað Playboy teppagólf hjá einhverjum glumgossa? Nei, þetta er bara heima í haust. Þetta er bara, já, ok. Hvað er heima í haust? Ertu með Playboy teppagólf þar eða? Ég er bara með bakið. Hvað er þetta að drepa til þetta stöða tind? Ég sko, 5 ár á parkettinu. Vistu það, ég held að þetta geti verið eitthvað sem venst vel. Já.
Þú veist ekkert vel, en ég held að þetta sé eitthvað sem venst. Það er ekkert sjokk ef þú segir já, sko. Nei, ég er ekkert búinn að ákveða það, en ég held bara að verði líka svo góð, rosalega góð tilfinning að vita það að þú ert búinn að vera þarna í 4 ár og 364 daga. Á morgun ætla ég að fara upp í rúm. Já, nýja rúmið sem þú keyptir að því þú varst að fá $1 million. Já, og það var ekkert eðlilegt rúm. Ég þarf svardrengir, Steindi, byrjum að þér já eða nei. Þetta er ógeðslega... Þetta er ekki það flókið. Egil, byrja þú. Ég segi nei. Ég er professional bodybuilder og það fær illa með bakið, sko. Vöðvarnir stækka í hvíld. Ég sé fram og slaka hvíld á gólfinu. Þú sagði bara nei, flott. Þetta lítur að herða þig samt upp. Það lítur að vera. Já eða nei? Ég ætla að segja já á þetta. Þú ætlar að segja já? Já, eins og ég segi. Nei, ég bara er að... Vanur að deyja á gólfinu hvort það er? Alls ekki. Ég vil meina það. Ef ég tæki kannski 4 tíma á gólfinu og svo myndi ég bara staulast upp í sófa og leggja mig það sitjandi. Fattarðu? Ég bara vekki með þessa reynslu á gólfinu eins og Stonefuck. Hvað er að gerast þetta? Eins og ég sé bara alltaf sofandi á gólfinu. En ég viðurkenni samt eitt af því að við vorum einmitt að taka fram að við værum rosalega honest í útvarpinu að ég svona hef átt það til að sofna yfir mynd í sófanum og konan reynir að vekja mig og draga mig upp í rúm og það getur verið erfitt og ég hef vaknað með bakverki út af því, sko. Já, þú hefur líka vaknað á gólfinu. Ég færi inn í þetta verkefni með ákveðni reynslu. Næsta spurning, hún er erfið. Ég er búinn að vera að hugsa þessa sjálfur í alla dag og ég veit mitt svar en ok, er þið tilbúinir? Aldrei fá það aftur fyrir 3 milljarða. Jöfussi spurning er þetta. Ekki bara hérna í útvarpinu. Nei, þetta er mjög eðlilegt að þessi spurning líka. Ég segi það, þetta er bara suppuleg spurning. Það er ekkert eðlilegt við hann þátt, það er ekkert suppulegt við þetta. Hvað meinar nákvæmlega með þessu? Þú er ekki að orða þetta. Hvað heldur það meini? Akkur orðaði þetta ekki fallar? Akkur sagði ekki þið getur aldrei fengið fullnæðingu? Já, aldrei fengið fullnæðingu aftur fyrir 3 milljarða. Er þá inn í þessu basic hristingur bara? Hvað flokkast þið fullnæðingu? Þarf ég að stafa þá ofni? 35 ára gammal? Hann er bara að spáði hvort hann geti, hvort að hristingur myndi vera inn í þessu. Bara engin fullnæðing, sem eftir er æviðinnar. Hvort sem að með öðrum eða bara sjálfur. Hvað var þetta mikið cash aftur? 3 milljarðar. Sko, með mig, þá get ég náttúrulega, ég á engin börn eða barn. Þannig að þá er það dautt hjá mér, sko. Þannig að ég verða að setja nei á þetta. Já. En gætur þú sett ég reynda að geta ættleitt. Gætur þú sett í þau spora og ætti kannski barn. Hvað myndir þú gera? Þetta er þykalega erfitt, maður. Þú mátt náttúrulega gera allt nema... Það væri miklu verra. Þú myndir frekar sleppa því. Það sem ég er að þú mátt njóta ástæð með konuninni og hjálpa henni en þú bara aldrei. Fattar þú? 3 milljarðar. 3 milljarðar. Það hljómar þetta mjög vel fyrir konuna þína. 3.000 milljónir inn á reyningin. Já. Þú mættir að snekju bara 2-3 daga. Já, en aldrei aftur fullnæðing. Nei. Hvað segir þið? Já eða nei? Steindi, þú byrjar að taka þetta. Ég taka þetta. Ég ætla að henda nei á þetta. Nei á þetta? Já, ég er svona... Já, þú finnst svo gaman að fá það. Nei, hvað er þetta maður? Ég er bara að segja, ég er svona... Þú ert svona klámhundur. Nei, alls ekki. Ég er bara... Ég veit ekki eins og hvað ég ætla að segja, sko. Ég er bara að segja nei. Ég er bara að segja nei. Kemur á þetta perverti sagði nei við þessu. Þetta er alveg reikalegt. Þannig að þetta er orðið óþarandi dagsálið. Ef þú segir já, þá er drullæðið. Ef þú segir nei, þá er líka drullæðið. Hann segir eiginlega alltaf já, en þegar kemur það eitthvað svona perratæmi, þá verður það að setja nei. Hann má ekki missa þetta. Já, einmitt, það er bara svoleiðis. Nákvæmlega, hvað er þið fáið þetta? Hvað segir þú? Ég held ég að smetla nei á þetta. Já, ok, ég hef ekki hraun yfir hann það líka í korter. Það er bara eðlilegt en hann segir nei. Þjóðvinsins, rugglir þetta maður. Það myndi allir segja nei. Já, ég spyr hlustendur að núti. Þeir sem eru í bílónum að hlusta eða heima, myndi þið segja já eða nei? Síðasta spurningin, og hún kemur úr trailernum, verið nú snöggir að svara. Myndið þið raka af ykkur hárin og setja rassahárin á hausinni á ykkur fyrir $1 million eins og spurt í trailernum? Það er góð spurning. Og vera þannig í 3 ár. Í 3 ár? Já. Hvað er ekki nú að vera þannig bara eina kvöldstund? En ég er með sko bara sléttan barnarass, ég fæ ekki hára rass, ég geti ekki hárna rasskatana og þetta er Stonefucker. Já, þú fær bara rassahár frá einhverjum. Já, bara á einhverjum bara. Það ganga út frá því að ég sé alveg kaflóðan á rassinu líka. En ég meina, ég er samt bara að tala um að segja bara með nokkur hár, þú veist, ef þú ætlar að fá Stonefucker, þú ert að gera með sítt aftan, sko. En þú veist, ég skil ekki alveg, hvernig helst þetta á? Að þú máttu ekki vera sturtu? Það er bara límt á eða eitthvað.
Já, en þú veist, máttu ekki þvoðinni. Þetta verður aldrei lítið vel út. Nei, þetta verður alltaf ógeðslegt. Þetta verður alltaf ógeðslegt. Þú sköllóttu með rassahár, basically. Ég ætla að segja já á þetta. Þetta sko, út af því þetta ekkert sko, þetta 3 ár og var allir bara að gleyma þetta 5 ár, nei. Ég myndi fara... Ég get ekki sleppt vaskinum hjá Rópa og fá nuttið og allt þetta. Geta það. Og aldrei verið að setja þessi Snapchat inn hjá okkur. Hvað er að milli Rópa klippar? Besta tilfinning í heimi. Svo varst í sturtu daginn. Hvað er að þér? Svona án gríns. Þegar ég sá það, ég hugsaði þetta botnin. Já, ég menna. Og hver var að mynda? Var Gurri að mynda þetta? Ég hendi mig bara í sturtu og hugsaði, hörru, þetta geti verið good shit snap og... Ef besta tilfinning í heimi fyrir þér er þegar að Robbi þvæður hárið, þá þarft að fara bara að endurskoða lífið. Ég í andanum, ákalla Guð og Jesú Krist en hvað í fjandanum. Ég á krossgötum með kross á bakinu og bilað úr og þótt ekki fari ekki fet þá fjara nærveran mín út. Við erum ólík ég og þú hvítt, ég nýja og gull kynna. Hlustendaverðlaunin 2015. Hlustendur hafa tilnefnt í 8 flokkum og nú kemur þú inn á Vísi til að kjósa. Föstudaginn 7. febrúar verða hlustendaverðlaunin afhent á glæsilegri tónlistarhátíð í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Gamla bíó. Njóttu íslenskrar tónlistar og taktu þátt í hlustendaverðlaununum 2015. Flottasta tónlistarpartí ársins. FM 957, Exið 977, Bylgjan og tónlist.is. Er prentkostnaðurinn í ruglinu? Við getum lækkaðan alltaf 30%. Advania og þú ert velkominn. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Sailor's Jerry kynnir tónleikar með Johnny and the Rest á Fredriksen Alehouse í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 og er frítt inn. Láttu sjá þig. Það var stál í síðasta einvígi. Nú er nýtt ár og bæði Wenger og Pellegrini búnir að hlaða aftur. Tippaða Manchester City Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Ert þú debit- eða kreditmanneskja? Hjá okkur skiptir það ekki máli þar sem við tökum við öllum kortum. aha.is, tilboð, verslun og veitingar. Útsala í Nýherja. Nú er tíminn fyrir tækniframfarir. Alltaf 20% afsláttur af Lenovo fartölvum og alltaf 40% afsláttur af Sony sjónvörpum. Nýherji. Amino. Hefur þú prófað Amino Intra æfingadrykkin frá Cymex? Líkam og lífstíls Kópavogi. Líkamoglyfstíls.is. Rúllur í hárið, rúllur á disk. Rúllaðu til okkar í hráan fisk. Sushi-barinn. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Útsala. 20% afsláttur af allri tónlist. Tónlist.is. Komdu inn úr kuldanum og fáðu þér pítsu á Laugavegi. Eldsmiðjan. Amino Energy gefur þér auknu orku fyrir æfingu eða hvenær sem yfir daginn. Amino Energy inniheldur meðal annars vatnslósandi grænti og engan sykur. Í dag er 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Kaldur á krana á HM tilboði. Carlsberg léttur. Players, Búðakór, Kópavogi. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Já, það er að hlusta á FM 95 Blö. Hér á FM 957. Hvað var þetta? Þetta var hress innkoma. Þetta var hræðilegt maður. Akkurru? Það var svo Þú að slíta ekki að Þú varst líka að snerta þig og fulla á meðan. Ég bara var að koma mér í gírinn og fólk er í gíra, föstudagur. Já, það er þetta hárið. Fólk er að vökva sig og fólk vill ekki heyra þungar kynningar. Nei, ég var mjög ánægð með sofnun. En hér á FM. Já, það styttist í landsleikinu. Já, sko, það er núna klukkutíma 20 myndir í landsleikunum að hringja eiginlega í Aaron Paul Merson hellist í gær út af því annars missum hann. Og já, svo við útskjörum við hlustinu, þú ert búin að búa til einhverjana peppraði Já, sko, ég bara er að peppa hann upp, ekki bara hann upp, all landslið svo þau byrji ekki, sko, á raskatum. Og líka þjóðina, þú ert að peppa þjóðina. Já, því að koma fólk í gýrin fyrir leikinn. Og ekki bara hringja hérna? Jó. Má sjá, þetta er svolítið Vonandi svarar hann. Já, það er að stimpla þetta inn. Bara vonandi að koma ekki að þýska konan eitthvað. Við erum að hringja beint í Katar, stofar. Já. Nú ætti að koma sótnina.
Það hringir. Halló. Aaron Palmerson. Aaron. Halló. Aaron Palmerson, is it you? Já. Sælfinnur. Blessaður. Jawohl, plötslig. Kjulli. Hvernig andinn, maður? Hvernig andinn? Ríkalega góð, maður. Það ekki? Leikur í kvöld gegn Katar, menn tilbúinir í þetta? Herðu, það er leikur í kvöld við Svíja, við erum mjög klárið fyrir það, já. Já, og Halla er rétt að vona, tilbúinir í þetta. Hvernig er stemmingin í Katar? Ertu með heitapott inn í herbyggjuna? Nei, reyndar ekki, sko. Ég er ekki alveg með, það er ekki svo gott, en við erum með aðstöðu til þess að fara í þetta. Sánu og heita pott og allt og útsýni yfir allt og þetta er alveg eitthvað. Hvað eru að vinna Svíu með mörgum myndur þú tippa á? Tippa það bara á það. Bara Ef þú myndir sjálfur vera bara búin að hólka A-legunni á hana leik. Ekki það einhver sé búin að því. Nei. Eru ekki að fara að vinna þetta samt? Eða það bara... Ég myndi allavega bara, þú veist, sætta mig við 1 mark, sko, en já, ég ætla ekki að gefa neitt uppvarandi. Hætti að spyrja um út í eitthvað svona. Það er bara sigur, þú væri sáttuð sigur, það sjálfsögðu. Já, Aron tekur 10 mörg og þetta verður 37-30, segi ég. Það er bara mjög fínt. Þetta verður markaleikur. Þú hefur alltaf séð handboltasteindi. Hvað meinar þú? Ég veit. Ég er alveg með þetta reynu, ég er að segja ykkur það. Við ætlum ekki að trubba þig og lengi það sem er nú leikdagur, en sko, Egill er búinn að henda í pepp ræðu fyrir þig og landsliðin. Ok, líklega. Það er nákvæmlega sem ég gerði, þannig að Aron, þú verður að lofa með því, þú verður að hróa öllum saman. Ég veit þú er að fara fund fljótlega, all liðið. Segðu bara við Aron þjálfara, segðu bara Aron, nafni, ég ætla ekki að vera leiðilegur, grjót allt á kjafti, sestu niður núna. Sit your ass down right now! Og síðan ítur bara play, því að menn þurfi ekkert að heyra annað en þetta. Kapís? Kapís, ég skal græja það, ég segi það bara við Aron á fundinu eftir, ég er alltaf með svona pep-up-vídeó hjá okkur fyrir leiki, sko, en ég held að það er ekki séns í þess að peppi-bræði hjá þér, sko. Ég er pínur hættuð hana því ég er ekki búinn að heyra hana sjálfur, en... Það er skemmtilega, Blöpúp og Stonefucker er að heyri í fyrsta skipti núna. Þetta er mjög skemmtilegt. En ég get lofa því, sestu niður núna, Aron, og haltu þið fast. Já, og sko, slakað á og byrja að hugsa hlusta. um leikin og hlusta. Tilbúin? Ok, ég er klár. Ok, hér kemur. Kæru landsliðsmenn, ég veit þið hugsið allir núna. Jæja, leikur í dag, just another day at the office. Við erum með 7, ef ekki 8 leikmenn sem allir getur unnið, herra Ísland. Það er bara svona. Er þetta ekki tilbúin í það? Ég veit ekki hvort það var að vera að peppa landsliðið eða Egil sjálfan. Það var svona 80% degi. 80-20. Að búa til pepp ræðum sjálfa sig og ringja svo í Aron og spila. Hver í sænska landsliðinu getur hringt í Gilsara? Hver í sænska landsliðinu getur drullu fokking sama? En það bassendur að tekið 300 skallir að spila Vesturballinu að djöfullar að fyndi maður, þetta grínast. En Aron, ertu þarna? Já. Gangi ykkur vel og bara skilaðu kveðju, við horfum spenntir á þetta. Þetta er akkurat klukkan 6 leið og þátturinn er búinn. Þið kláraði þetta? Já, takk fyrir það. Ég spilit inn í klöða fyrir leik. Já, bara endilega. Og mundu að þetta er ekki flókið. Hoppa upp á vinstri, smelt honum í vinkilinn, þeir verja hann ekki þar. Kapís? Kapís. Ok, bye. Já, þetta var, Aron og okkar maður í landsliðinu og nú er búið að peppa hann vel upp. Já, all liðið. Hann er tilbúin í þetta. Og heyrðu líka hvað hljóði honum breyttist, sko. Já. Beint eftir ræðu, hann var alveg, þeir eru ekki að fara að taka. taka Hann var að spila þetta inn í klefa líka fyrir leik. Þeir eru að fara að taka þennan leik, það er bara svo lýst. Þeir eru tilbúinir áfram Ísland. 30 ára. Þetta er Sigma og lagið Changing, virkilega flott lag. En það styttist hér í spurt og svarað, sturlaða staðarindir, íslenskt slúður, kortmyndur frekar og fleira. Já. En Egill, þú varst með einhverja pælingu fyrir Steinda og einhvað með hvað fólk eigi að kalla hann eða ekki? Nei, bara hugsa, þú veist, hann er með 5 viðurnefni. Nei, ég er ekkert með 5 viðurnefni. Hvað er vinsalast af þessum 5? Sko máli, við erum verið að róta þessum 5 viðurnefni svolítið. En hann þarf svolítið að fara að velja svolítið hvaða viðurnefni hann vil alltaf... Hvað viltu láta kalla það, Steindi? Það er eitthvað sem við vorum að spá hérna fyrir þátt án með Egill. Pétur, hvað eru það að tala um? Akkur letum ekki vita hvað er að gerast núna? Hvað finnst þér þægilegast að
Hverju finnst þið þægilegast að svara af þessum 5 viðnöfnum? Ég hef alltaf bara verið kallaður Steindi eða Steinþór. Svo náttúrulega önnur hér. Ég hef alltaf verið kallaður bara Steindi. Viðnefni sem fólk kallar þig. Man ræður ekki viðnefnum. Nei, ég veit það. Þetta eru 5 eða ekki? Þetta eru 5. Þetta er Stoney, þetta er Stonefucker, Detective Stonefucker, Cocksucking Junior og Blöður Junior. Hvað af þessu finnst þér svona eðlilegast? Ég var til að vera kallaður Cocksucking Junior. Ég var til að það myndi alveg það myndi festast. En það er bæði, heyrði ég, Stonefucker og Detective Stonefucker. Já, það var ekki að kalla það. En sko, þú vitið það, að maður velur sér náttúrulega ekkert nickname og ég var aldrei, sko, ég var kallaður Steindi í rauninni, að því að sko félaga mínir heyrðu, sko, afa minn kalla með það. Já, ok. Hann var alltaf kallaður Steindi og hann kallaði mig eitthvað Steinda Junior í einhverju boði og einhver félagi minn var þar og byrjaði að kalla. Fannst það bara fyndið? Já, maður velur sér aldrei nick, sko. Nei. Ég til dæmis veit ekki okkur ég byrjaði að kalla Öddi, ég bara kallaði Öddi allt mitt líf, sko. En nú ertu kallaði Cash. Nei. Nýja nafnið þetta er Cash. Afi var alltaf bara kallaði Auðun, sko. Ég kallaði Öddi, en svo man ég að mér fannst blöð hræðilegt fyrstur ég heyrði það. Svo bara festist það og það var bara fuck it. Blöð er langt fram. Hvað er blöð? Blöðpúp er þekkt. Blöðpúp, já. En Cash er eitthvað sem þú þyrftir að taka. Cash er aldrei að fara að detta. Ef þú kallaði Cash. Ég myndi aldrei kalla mig Cash, bara eitthvað bara í þessu lífi. Veistu hvað myndi hækka prófílið? Ok, en pældi. Þá þyrfti ég líka eiga eitthvað pening, það er ömulegt. Út rulla peningum? Nei, hvert er hvað rulla. Ok, en ef þú kallaði Cash. Það er bara ekki bara að gera. Þá skal ég kalla mig Cocksucking Junior. Já, það er enda fín skipti. En fólk kallar þess að ennþá í það, en sko... Þú ert eiginlega aðalega bara Stonefucker, eða ekki? Hvað segirðu? Ertu ekki bara aðalega að kalla það Stonefucker? En alls... Er það sammála það, ef að blöð Cash, þá er þú Cocksucking Junior. Já, en hvað ert þú þá? Ég er höfðingin. Þú ert ekkert höfðingin, ógeðslegt. Er ekki orðið svolítið langt síðan líka, þú ert nú búin að vera svona okkar Puff Daddy hérna á Íslandi. Já, ég rótar nöfnum svolítið. Þú varst Gils, Gilsinegger, já, Störi og Þykki og allt þetta, ég rótar þessu. Er ekki orðið helviti langt síðan og þú komst með nýtt nafn? Ég hef alltaf breytt nafn þegar P. Diddy breytir nafn. Hann kemur alltaf með yfirlýsingu, bara herra fólk. Þú gæti verið Pussyface. Mjög gott nafn. Vex ekki skegg. Já, hann er enda með skegg. Kallar þetta skegg sem út með framlega? Hvað er þetta? Þetta er svona einhver... Ég skal setja myndaðinn á Snapchat, þetta er ekki skegg. Þetta er eitthvað svona híungur, en þetta er... Víst skegg. Mjög þykkt, svona Erik Cantona skegg. Þetta er víst skegg. Þetta er Erik Cantona skegg, hvað það sem þetta er? En, já, það er ekkert að fara þetta nýtt nafn hjá þér, Egill. Já, leið og P. Diddy breytir. Leið og P. Diddy breytir, ok. Þá veitum við það hér eftir, auglýsingar, þá eru það sturlastaðarindir og ég vill eiginlega fara líka beint í sturlastaðarindir af því að kemur einn sturlastaðarind sem að mér langar að ræða við ykkur. Já. Og eftir þá sturlastaðarind, þá vil ég ringja í mæður okkar. Ég var að ringja sem Cass, Cocksucking Junior og... Nei, Pussyface. Af því þetta eru nú mömmur okkar, eða ekki bara segja Öddi, Steind og Egill. Jú, ekki svona fallegra. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Spáðu í það hvað gæti gerst. 1x2 við tippum. Janúartilboðin í 10.11 eru fersk eins og nýja árið. Buy IG á 399 krónur, KitKat á 99 krónur, Hámark á 199 krónur og Trópi appelsínu 330 millilítrar á 149 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Nú færðu Nike í Líkam og lífstíl Kópavogi. Líkamoglyfstíl.is. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Útsalan er hafin í FNF, alltaf 50% afsláttur. FNF Kringlunni. Það eru allir sammála að Hótel Mamma er besta hótel landsins. En hver vill alltaf búa á einhverju hóteli? Því fyrr sem þú byrjar að spara, því fyrr eignast þú þitt eigið heimili. Búðu þig undir framtíðina með húsnæðissparnaði Íslandsbanka. Og nú færðu 100% afslátt af lántökugjaldi húsnæðislána þegar þú nýtir húsnæðissparnað við kaup á fyrstu eign. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Ertu klár með pinnið? Frá 19. janúar áttu á hættu að fá ekki heimilt án þess. Legðu pinnið á minnið. Grillaður kótilettur. Pítan. Alltaf fersk. Gylfi og Kó eru örugglega með metnaðar full áramóta heit.
En Mourinho áramóta heit út af fyrir sig í augum Chelsea manna. Tippað á Swansea Chelsea. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Alltaf á föstudögum. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Getur þú að láta Rikka heyra það fyrir það? Þetta var ekki föstudagslag. Þetta er gott lag samt. Þetta er Tom Odell með The Real Love. Ekkert að laginu en eins og við segjum þá að þetta er lag sem ég hefur spilað oftar á mánudögum þegar við vorum á hverjum degi hérna í FM 9. Já, bara þú verður að vera á tánum og fylgja svolítið með þessu því að fólk þetta eitthvað þunglindiblöð. Þetta er spilað, klukkutími leik núna. Já, en ekki alltaf lagi og fólk eins og til dæmis þegar ég stundum á leiðinni heim í umferðinni. Þessna var ég til dæmis með lag alltaf í FM 95 Blöð þegar við vorum á hverjum degi sem ég hét lagi á leiðinni heim. Þá finnst mér allt í lagi að fá eitt bara svona rólegt og þægilegt þó að sé föstudagur. Fattar þú, svona aðeins að róa sig, það er allt að gerast, það er stress á mann, það er leikur í kvöld. Svo bara aðeins að róast maður eitthvað real love, allt í lagi. Nei, bara pepp og bara... Það þarf allt bara að vera techno og fyllir í hjá þér. Það má aldrei hafa bara kósi í bílnum. Nei, bara DJ Bobo eða DJ Alligator. Já, það bara þarf að vera þannig, eitthvað blásandi blow my whistle baby og svona kjaftaði. En það er hins vegar komið að virtasta dagskrálið FM 95 Blöð. Við höfum oftast haft hann 4:30 en við heyrðum náttúrulega í Aron áðan 4:30 þannig að nú ætlum við í Sturlaðar staðreyndir. Já. Og ég vil til í þetta. Og eftir, svo ringjum við mömmur okkar eftir næsta laga því að, ég segi ykkur það hérna eftir síðustu. Við vitum ekki eins og ennþá hvað þú ert að bralla með það sko. Nei, ég segi ykkur eftir smá. Eru þið tilbúinir? Þá byrjum við fyrsta Sturlaðar staðreind dagsins. Moskítoflugur eru 15 sekúndur að fá það. Ekki lengri það. Þannig að maður þarf ekkert endilega að segja kannski, verið eins og kanína. Hvernflugur það líka það? Já, það ekki. Ég ætla að vona það. Mér held að það bara, það stóð alltaf bara moskítos. Þetta er frekar sérstætt. Frekar sérstætt. 15 sekúndur, það er náttúrulega líka svo litlar og svona. Já, það er sjásteil ekki. Nei, það eru samt óþólandi. Já, það eru óþólandi. Já. Flugur eru óþólandi bara, alla. Hvað svona það sem við felum nú ekkert úr hlustundum, ekkert að fara neitt út í hvað er svona stista haldið hjá ykkur? Bara svona áns að gera það eitthvað dónalegt, bara svara, 1, 2 og bingo. Hætt að taka upp á símanni, ég ætla að svara þessu bara. Hafið verið í 15 sekúndunum með það? 15 sekúndur? Ég held að þegar maður hafi verið þú veist að stíga þinn fyrstu skref í lovemaking, þá held ég að average hefði verið 10-20 sek. Nei, náður ekki allavega. Ég held að það verið góða 15 sekundur. Það er ekki góða 15 sekundur? Góða 15 sek. Ekki 15 sekundur? Ég meina, gæin í American Pie náðu ekki þessum 15 sekundur. Veistu hvað, 15 sekundur er rosalega stutt, sko. Ég held þú að ég náttúrulega var ekki aðna sem betur ferð, en 15 sekundur. Þú hefur alltaf lent eins og gæin í American Pie. Ég hef, trúðu mér, ég ætla ekki að fara að ljúga fyrir hlustundum. Ég hef lent í því að ég hef skammast mín. Ég var það viðkvæmur eitthvað. Já, ég man til dæmis eftir einu tilfelli, þá var lag í gangi og það var búið að vera í gangi í smá tíma og það var ennþá í gangi sama lag þegar. Það er viðbúður, sko. Og það sem það var, sko, ég skammaðist, maður á ekki að segja þetta, þetta er bara svona, ég skammaðist mér að þú lendi í þessu, þá var ég var ekki eins og teenager, það var bara eitthvað viðkvæmur. Var þetta bara daginn? Nei, róleg. Svona fyrir 3 vikum? Nei, þetta er morgun. Og ég skammaðist mér að ég lét eins og, ég reyndi áfram þó að væri skilurðu búið. Ég vildi ekki, ég gæti ekki bara. Fórst að fela þetta? Ég reyndi það, en það er mjög erfitt að fela það því að það var einhleipa ekki gangi. Herðu, næsta, tilbúinir. Bresk kona giftist höfrungi í Ísrael sem hún var búin að vera heimsækja í 15 ár og var orðin ástfangin af. Já. Þannig að basically þá er bresk kona gift höfrung. Sturlu staðreind. Akkurat. Það er mjög skrítið. Brúðkaup sem mig langar að mæti. Ég held að þú megið, sko, talandu það. Nú er Ísland og Svíþjóð að fara að keppa á eftir og svoleiðis. Og ég held að þú megið giftast gæludýrunni í Svíþjóð. Já, það er einhvað funky við það, maður. Já, jú, en það er mjög óðurlegt að giftast gæludýr. Hvernig útskýrur það líka bara fyrir vinum og fjölskyldur? Já, þeir líta bara ekki á dýr eins og Íslendingar. Við lítum á dýr svona dálítið eins og jafningja, menn þeir líta bara á dýr sem bara, þetta er bara eitthvað drasl, þetta er bara dýr. Nei, ekki ef þú ert að giftast, þú lítur ekki að drasla út að giftast. Nei, þú veist, það er ekki lög, þú mátt giftast þessu dýri og bralla eitthvað með því. Hvernig útskýrur það líka bara fyrir fjölskyldinni? Ég er að fara að gifta mig á, hver er svo heppnið? Það er höfrungurinn Dodo. Sem býr í Ísrael. Það er náttúrulega, þú ert bara heim á einhverju stofnun held ég ef það varst í þessu.
Næsta, það er samt bananadæma. Í Japan eru það mannasiðir að smjatta og ropa og því meiri læti því betra þú ert að borða. Nú spyr ég þið Steindi, þú varst í Japan daginn. Já. Lentur í þessu? Nei, ég var ekki varð þetta. Nei, ok. Nei, alls ekki. Nei, Rikki G væri bara kurteis þessi maðurinn í Japan ef það væri það. Kurteis að smjatta, ég var ekki varð þetta. Nei, ok, þú sást það ekkert smjatta og ropa við borðið? Nei, ekkert sko, ég get ekki tekið undir þetta. Nei, ok, en allavega þetta sturlu starrend. Þetta stóð. Og ég trúi því alveg. Já. Ég hef bara verið heppinn. Ég hef ekki verið þannig, ég get ekki, þið miður ekki, veit ekki um það. Nei. Svo er hérna næsta, dendrofília. Vitið hvað það er? Nei. Það er þegar þið örfist kynferðislega af trjám eða við að sjá tré. Já. Skemmtilegur sjúkdómur ef sjúkdóm skal kalla. Fíla tré. Já, fíla tré. Já, þú fílar ekki tré, þú örfast kynferðislega. Já. Ég ætla nú ekki að ljúga ykkur, maður getur nú alveg dottið í svona semmara að maður horfir á eitthvað fallegt palmatré maður. Nei. Það ekki? Úti í sólinni og... Já, það þóttu eitthvað allt öðru en ekkert á trénu. Nei. En þetta er eitthvað sem ég var alveg til að vera lausið. Að æsast kynferðislega tré. Svo er það... Þetta er þá jólin heima þér bara. Já. Það er suppulegt. Þú vart að höfðu með gerfitri. Já, þyrftir að með gerfitri. Já. Svo er hérna, næsta, ég fann 2 svona fíljur. Vitið þið hvað plussofílía er? Nei, en þú verður græður á einhverju skriðnu. Já, það er þú örfast kynferðislega böngsum. Já. Það er eitthvað ógæstlegt við það. Mér finnst það eiginlega að vera furðulegri en tréin, sko. Nei, sko, tréin finnst mér furðulegt. Bánsar það er eiginlega bara eitthvað creepy við þetta. Það er eitthvað peto við þetta. Mikið af fólki með þetta vandamálið. Það vona ég ekki. Ég sá heimildaþátt svona hluti inn á Netflix daginn og það var hérna einn gæi sem var með blöðrur. Að blási blöðrur og þegar sko sprungu. Þá fannst það nú alveg geggjað, sko. Já, var að fá okkur út úr því. Já, allt í blöðrum heima. Allt tvennu slæmi, þá myndi ég samt freka vilja örfa skemmfyrirslega við tré heldur bangsa. Já, og blöðrum er sennilega vestar, sko. Já. Svo er það hérna, bíflugur eru ekki með eyru, sturlu starrend. Mér grunaði þetta. Hvað grunaði? Hvað, það er eitthvað spáð í þessu það? Þú veist, ég hefði giskað á þetta. Ef einhver spurt mig, heldur að bíflugur sem eyru? Nei. Og 2 hólur í hausinn. Þetta er svona eftir þetta spurning sem þú fá á grænum í Trivial, 50-50. Eru bíflugur með eyru eða ekki? Já. Þú hefði sagt nei? Ég hefði sagt nei, já. Okay. 3 eftir. Vin Diesel, þessi er sérstaklega fyrir þig. Ég er mikill Vin Diesel maður. Ég veit að þessi er hún sérstaklega fyrir þig. Hann heitir ekki Vin Diesel. Hvað heitir hann? Hann heitir Mark Sinclair Vincent. Ok. Hann breytiði bara Vin Diesel, það er celebrity nafnið hans. Þurfum við ekki að finna eitthvað svona... Steinþór Hróar er í Steindi Junior að Detective Stonefucker. Tries to be a gangster but his real name is Clarence. Þú heitir Auður Blöndal en kallar þig Cash. Við kallar ekki Cash, en við þurfum eiginlega að finna góð Hollywood-nöfn á okkur. Já. Af því þú mátt greinlega bara gera hvað sem er. Hann heitir ekkert Vin, hann heitir Mark Sinclair Vincent. Jó, Vincent er þetta. Eigum við að taka hérna í lok þáttar, eigum við þá að vera allir komnir með 1 Hollywood-nafn? Já, ítilega. Þá var næst síðasta, það er yfir 2 milljón mann sem er samkynhneigt en er gift gagnkynhneigðu fólki í dag. Þetta er vist mjög algengt. Já. Og eiginlega bara ég fór að hugsa þetta, það er bara sikarlega sorglegt fyrir það sem eru samkynhneigðir og... Akkur ekki að henda sér út úr skápnum, ég skil það ekki. 2015, þetta er orðið svo líbómaður. Já, og líka bara fólki myndi líða miklu betur og svona, það er ekki hægt að segja svona. Nei, það er alltaf... kannski erfitt að setja sig sko. Já, það er ekki hægt en hérna... Þetta er alltaf viðkvæmt. En við 3 hálfvitarnir, við hvetjum alla sem eru inn í skápnum að henda sér út. Já, bara ekki hika við það. Og... Nei, þeir eru það. Þetta er ekki saman þeim. Og ég dörla bara út núna bara. Nei, ég ætla bara, ertu ekki saman? Þú ert saman okkur. Ertu í bæjaraskapnum kannski? Nei, ég hef ekki ennþá. Nei, ekki ennþá kannski. Kannski kikkar inn, ég veit það ekki. Herra, svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins og hún tengist einmitt símtölum sem við ætlum að taka þetta eftir næsta lag. Við erum að hringja í mömmur okkar. En helmingur allra þungana er slys. Þannig ég fór að spá í hverjir af okkur. Ert þú að fara að hringja í mömmu okkar og spyrja þessu? Já, ég ætla að hringja í mömmu þína Hanna Siggu og ég ætla að hringja í mömmu þína og spyrja hvort að þið séu slys og hringja í mömmu mín og spyrja hvort ég sé slys. Já, það er bara þannig. Sko, ég hef átt þetta samtal við mömmu einu sinni. Ekki segja hlustendum. Nei, mig gruna bara svarið. Já, þá bara fá að heyra það hér eftir smá stund, ekki missa því. Strax eftir þetta lag ætlum við að hringja í mömmur okkar og tjekka hvort við séum slys. Mamma er ekki eftir að fíla að fá bara svona í beinni. Og Chris Jones með Going Wrong hér í FM 95 Blöð. Það er föstudagurinn 16. janúar og við drengirnir verðum hérna með ykkur til 6 í dag. Fram að landsleik, þannig að fólk getur byrjað að gíra sig í landsleiki og hlusta á okkur félagar. Þetta er perfekt tímasetting og klukkan er verið að korter yfir 5 og það er komið að því að hringja núna í mömmur okkar. Ég var að segja hér aðan í stjórnlum staðröndum að
Helmingur allra þungana slys og við ætlum að hlera hér mæður okkar og tjekka hvort að við drengirnir, okkur kemur þetta feedback, svona hátt í hjá þér hjá mér? Já. Nú er feedback? Já, alltaf þegar þú setur á það headphone-in. Já, við ætlum að ringja núna, ég vil ekki bara byrja á mömmu þinni, Steindi. Annars Siggu. Byrja á Siggu? Byrja á Siggu. Siggu sætu? Jú. Sigga. Er ekki bara fínt að klára þetta? Já, þú ert bara hérna rétt með númeri. Við skulum sjá og heyra í mömmu að Steinda og heyra hvort að hann hafi slys. Töð ringing maður. Sigga. Já. Hæ, hvað segirðu gott? Ertu í vandræðum? Hvað segirðu? Ertu í vandræðum? Nei, ég ætlaði bara að segja hvernig þú hafið það. Hún heldur þetta sem ég. Ég hef það fínt. Það ekki? Jú. Þú ert hérna í útvarpsþættinum með FM 95 Blöð. Nei. Jó. Hæ, mamma. Hættuska mín, á að fara að þekkja mömmu gömlu. Nei. Ekkert að þekkja á þessu sinni. Þetta er bara eins að forvitnast. Já, nei, ég er bara góð. Já, það ertu ekki alltaf hress eins og sonurinn. Það þýðir ekkert annað. Það er hárrétt þér. Ha? Ég ætlaði að hlera þið með eitt. Við vorum með sturlaða staðreynd á hann. Já. Og samkvæmt sturlaðum staðreyndum og þá er helmingur allra þungana slys. Nei, veistu það, ég er ekkert endilega sammála þessu. Og ég ætlaði að athuga, Steindi Junior vinnur okkar, var hann slys hjá ykkur? Hann var ekkert slys, en hann var ekkert heldur neitt bara 100. Hann mátti bara koma eða vildi koma. Erðu, akkur... Herru, það verið að segja þessi slysabandi í beinni. Já, byrju, hann var ekki planaður. Hann var ekki planaður, en hann var heldur ekkert óvelkomin. Þar til að kynna. Ég vil ekki bara segja það að þetta bara átti bara að koma eða kom. Okay. Hann kom og hann er yndislegur. Þannig að þú myndir ekki flokka Steinda sem slys? Nei, hann er ekki slys. Nei, ok. Þú varst... Ættar hann að veið upp úr sig? Þetta var semi-slys. Þetta var ekkert slys. Hann er ekkert slys. Ég var bara velkomin þegar... Ekkert að börnum er slys. En hann var ekki planaður? Hann var ekki planaður en hann er ekki slys. Akkur er alltaf að spyrja þessa spurning aftur og aftur? Af því að hún er búin að viðurkenna fyrir okkur, þú varst ekki á planinu, þú varst ekki á 5 ára plani hjá þeim. Þú komst óvart, þannig að basically ertu slys. Nei. Nei, ekki slys, en ekki planaður. Slys í gæsalöpum, svolítið hannig. Nei. Ekkert svona sko. Vil ég láta mömmu mín að verast okkur? Já, við ætlum ekki að stríða sig, en eina sem við erum að spyrja þetta í lokin, við ætlum að hringja líka í mömmu Egils og mömmu mína. Jú. Hvað er Steindi gamall þegar hann byrja að reykja baku sjoppur? Hættu þessu, maður. Nei, nú er ég ekki alveg viss og ef hann spurði hann. Nei, hann vill aldrei svara okkur þessu. Nei, þá held ég sé heldur ekkert að svara því. Nei, kannski ekki. Þú varst ekkert að skamma fyrir þetta þegar hann var úlingur. Nei, jú, eftir skamma ég hann heilmikið en meina, hann er eins og hann er og hann er bara fín. Hann er mjög fínn eins og hann er, ég veit ekki hennar það. Já. En alltaf gaman að heyri þess eitthvað. Takk að þið fyrir mig. Við verðum í bandi. Heyrumst. Bye. Já, Sigga, hress og, já, svona basically sá okkur og væri slys. Þetta var ekki, þetta er óþægilegt. Ekkert skammast yfir það. Nei, en þetta er óþægilegt að hafa mömmu sína svona á línunni í beinni. Það getur einhvern veginn allt gæst og maður... Þetta er líka Cass fekk þessa hugmynd, þetta er ekki frá okkur komið. Nei, maður vill ekki hafa mútturnar í beinni útsendingu. Einhvern veginn geti alltaf hún geti mist eitthvað út úr sér sem ég ég er búin að hringja svo oft í mömmu, sko. Já. Hún er vön, hún er útvarpskona. Já. Við getum tjekka bara henni næst. Jú, tjekkum henni. Hlakka til að vita. Þú varst velkomin, Steindi. Ég var velkomin, já, en ég var ekki planaður. En, veistu það, ég ætla að gíska það. Ég myndi hólka aðlegun á það. Þú ert slys. Ég hefði ótt að hérna... Það er 100%. Að segja eitthvað svolítið fyndi. Ég hef aldrei spurt mömmu að þessu, hvort ég slys eða ekki. Þú ert slys. En eina sem ég glemt að spyrja mömmu þína hérna, Steindi, hvar þú varst getinn? Það verður svolítið forvitið að vita það. Já, það kemur þetta ekki við. Hvar heldur þú? Ég held að það bara verið mjög kósi hjá seniornum og Siggu ykkur staðar. Bara þetta hefur verið huggulegt. Bara heima í kósi? Já, bara undir sæng og svona, ekkert vesen. Nei, mitt. Tjekkum að mömmu. Halló. Mamma. Já. Hæ, Dröti. Hæ, skan. Hvað segirðu? Fínt bara en þú. Er það góður. Má fá bílið þinn, skan. Já, bílinn er kominn. Já. Þetta var hressandi. Hvað segirðu? Þetta var hressandi. Nei, er þetta þið? Já. Hvernig ertu? Krullin með þér? Nei, ég reyndir engin krulli í dag. Þetta er Steindi og Egill þetta? Steindi og Gilsarinn. Já, það er nú svo sem ekkert vera. Nei, en við erum ekki að vera að hrekja þín eitt núna. Við erum að ringja alla mömmurnar því að við erum að tjekka svo litlu. Já. Samkvæmt sturluðum staðreyndum er helmingur allra þungana slys.
Og við erum að tjekka hvort að við strákarnir hafum verið slys eða ekki og ég hef reyndar aldrei bara spurt þig að þessu, var ég slys eða? Og nú þarftu bara að vera 100% hreinskilinn? Við erum basically bara að fá staðfestingu á þessum við vitum að hann er slys eða það er svoleiðis ekki. Er ég ekki slys? Nei. Var auðvitað planaður? Já. Anskotin. Var búið að vera að reyna í eitthvað tíma að vera að koma með það? Nei, það bara skriði fljóðlega. Ok. Við fáum til smáðandinu. Frjósa bara pappiðinn. Nei, þannig að ég var planaður þegar ég kom. Já. Já, sko, Steindi greina bleið slys. Já, sko, hann var ekkert á planinu, hann var velkominn. Já, ég var mjög velkominn, sagði mamma. Ég var kannski ekki alveg planaður en þau tóku rosa vel á móti mér. Marín var ekki plönuð, en hún var nú velkominn þegar hún kom. Já, Maja systir er slys. Þú getur sagt þetta við hann bara í næsta jólabóði. Nú get ég byrjað næsta jólabóði, ég voni hitt hann alveg fyrir jól. Það er ekki sniðugt að hafa börn eða eiga börn, það er bara svo þeir. Já, þú varst náttúrulega bara 17 ára þá. Já. Þannig að Maja er slys, ég er vel planaður en Dæja systir. Það er líka vel plönuð. Vel plönuð, það er bara Maja slys. Maja og Steindi sem hún verður kölluð núna. Maja slys. Ég er bara að kalla þig Steindi slys. Ég veit allt það. Ég ætla að klína þessu nafn einhvern annan. En takk fyrir þetta Múta, ég heyri betur í þér í kvöld. Gaman að heyri í þér. Ok, sæta. Bye. Já, hún var hressun Múta og já, ég er planaður. Þú ert planaður? Já, nú er það bara spurning með Egil. Við ætlum að fara hér í auglýsingar fyrst. Svo ætlum við að heyri í en Ester og þá fáum við að vita hvort það Egil hafi verið planaður ekki. Ég get lofa hlustendum að Egil var ekki planaður. Nei. Hann var slys. Og hann var ekki velkominn. Hann var slys. Varst ekki getinn á þjóðhátíð? Hver fer á þjóðhátíð með það? Það ætla að fara eigna spatt. Fjandinn hafa það. Advania og Gullkynna. Hlustendavelunin 2015. Flottasta tónlistarpartí ársins í beinni útsendingu á Stöð 2 7. febrúar. Komdu á Vísi til að kjósa það besta í íslenskri tónlist á síðasta ári. FM 957, Exið 977, Bylgjan og tónlist.is. Með þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl. Er prentkostnaðurinn í ruglinu? Við getum lækkað hann alltaf 30%. Advania og þú ert velkominn. Universal kynnir Blackout. The moment you connect, you lose control. Frá Michael Mann, leikstjóra Heat og Collateral, kemur hörku spennumynd með Chris Hemsworth í aðalhlutverki. Blackout. I can target anyone. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Egilshöll og Sambíónum Akureyri. Það var stál í síðasta einvígi. Nú er nýtt ár og bæði Wenger og Pellegrini búnir að hlaða aftur. Tippað á Manchester City Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Pangran, kjúklingur, kimchi sem rífur í, ferskt súrsætt grænmeti, æsandi ingefær chilisósa og stökkar gylltar kartöflur. Nam, nútíma asísk matagerð, Nýbýlavegi og Bílsögu. Universal kynnir Blackout. The moment you connect, you lose control. Frá Michael Mann, leikstjóra Heat og Collateral, kemur hörku spennumynd með Chris Hemsworth í aðalhlutverki. Blackout. I can target anyone. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Sambíónum Egilshöll og Sambíónum Akureyri. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. 50% afsláttur í Pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Það er lottó á laugardaginn. Þannig er nú í pottinn búið. Lefðu þér smá lottó. Kæru neytendur, það er okkar að veita aðhald. Vertu á verði.is. ASI. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blö. A happy home, vonandi líður ykkur öllum vel heima ykkur. Þetta er Hedegaard og ágætislag hérna honum. En þið verið að hlusta á FM 95 Blö. Styttist í kortmyndur frekar, íslensk lúður, spurt og svarað, það er nóg eftir. Það er nóg eftir og rúmur hálftími eftir að þættinum. Akkurat, við erum djöfull þetta búið að vera þéttu þáttur. Við þurfum að gefa íst svo við komum svolítið fyrir. Það er búið að stemming á okkur í dag en við vorum búin að hringja í mömmu mína, búin að hringja í mömmu Steinda en við áttum eftir að hringja í mömmans Egils og... Sko það liggur að sé óþarfi að því að sko með hvernig þú átt ammaliðill þá ertu getin á þjóðhátíð. Já, þannig að það er, eins og ég sagði, það er enginn, hann fer enginn á þjóðhátíð með það plan, sko. Það er bara, en við skulum segja hann heyri eftir, sjá hvað hann segir.
Svari. Halló. Ester. Já. Hæ, ég Rauti. Já, sætluskan. Hvað segirðu? Bara fínt, það er þú. Herru, bara góður. Þú ert hérna í beinni útsendingu FM 95 blöð. Hæ, Ester. Steindi hérna líka. Já, gaman að því. Já, þú veitur nú að við verðum vist að tilkynna þér, annars getur þú kært okkur. Já, það er að plaza. Það er allt í góð straka mig. Við vorum að lesa hérna sturla staðreyndir á hann. Já. Og það kom einn staðreind að helmingur allra þungana er slys og við erum búin að hringja í mömmu mína og búin að hringja í mömmu Steinda. Já. Og nú er komin tíma á þig, Ester, við ætlum að spyrja þig, er Gilsarinn eða Egill, sonuðinn, er hann slys? Nei, hann er ekki slys. Hann er ekki slys? Var hann planaður? Hann er alveg planaður. Er það málið? Hann var planaður, já. En svona með að við ammælistæðinast, þá er þetta svona svolítið sérstök helgi. Já. Það kom undir á þjóðhátíð. Er ekki lífið yndislegt? Er það ekki eitthvað þjóðhátíðljónu? Það er hár rétt hjá þér. Það var planað á þjóðhátíð. Þannig að hann er getinn og planaður á þjóðhátíð? Já, ég meina, það var bara velkominn og hann gæti alveg komið undir þá eins og einhver öðru tíma. Mjög góð punktur, sko. Mjög góð punktur, sko. Það er svona að ferja á þjóðhátíð ykkur einast ári. Já, ég verður að fara að hugsa minn gang. Ég er að segja, ég þarf að fara að hugsa minn gang þegar ég plana næstu þjóðhátíð greinlega. Já, það held ég. En það sem ég er búin að ákveða, það er að fara bara 900 greinlega. En auðvitað, sko, næstu þú fara á þjóðhátíð, þú þarft ekkert endilega að vera búin að plana að búið til barn, en það er velkomið í heiminn ef það gerist. Já, trúðu mér. Já. Þannig að hann var planaður að neitt, ekki sless. Já, hann var sko alveg planaður, og var sko mjög velkomið þegar hann kom svo. Victory. Þá erum við Egill eigum það sammeili Steindi Greifa slys. Ég er eina slysabarni hérna í stúdíónu, en samt ekki. Það er ekkert verið börn, ég get alveg sagt það er ekki fyrsta slysabörnum. Það er ekkert verið neinn. Nei, sko, Ester, mamma mín sagði reyndar að ég hef líka verið mjög velkominn. Já, það er ég alveg taka það fram, sko. Eins og mamma er fyrir að segja eitthvað annað í útvarpinu. Það var ekki velkominn. Hún myndir náttúrulega aldrei viðurkenna mig. Það er reyndar hárrétt. Hrikalega gaman að heyra í þér. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Bara góðan dag. Ok, sæta, bye. Þá veitum við það. Planaður á þjóðhátíð. Planaður á þjóðhátíð, svona var þetta í gamla daga. Fólk fór bara á þjóðhátíð og hugsaði með sér, nú búið til bann. Ég ætla að viðurkenna það, strákar. Mér líður eins og svona nettum lúserinn. Nei. En ég var velkominn, ég var meira velkominn. Mér heyrðist á að mömmu, ég var meira velkominn. Þú varst velkominn, það er bara þannig. Sko, málið er núna við förum ára tæpra tíma. Eigum við ekki henda bara í spurt og svaraði, eitthvað? Bara eftir, viltu bara hafa núna bara? Já, bara right now, já. En lefðu mér að segja þetta í þetta skipti. Ötti, push the button. Ok, ég skal push the button núna bara til þess að fá hérna lið í gýr fyrir að því við vorum að koma sínta. Já. Okay. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, munu dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Þetta er dagskrárliður sem er búin að vera í smá pásu í okkur, spurt og svarað. Það var ekki síðustu ykkur til þess og ekki þess. Hvíldum með það eins? Já, og ég ætla að gefa það sjans í dag. Ég ætla að heyra hvernig þetta... Það er líka ágætt að hvíla svona millið. Þá leifa póstunum að dritast inn. Þá er bara mikið úr að velja, sko. Við vorum líka mann að lofa nýjum dagskrárlið í dag, en þú ert að klára það síðasti þátturinn að hreinu skildi á sunnudaginn. Já. Og svo bara lofum við hlustundum hér að við erum að fara í þvílíkt brainstorm og erum að vera dettin með nýja liðin. Eigum við ekki að taka, fara út að borða félagarnir og negla niður hugmyndum? Þarf ekki að vera 1-2 þegar maður er að negla niður hugmyndum. Eigum við ekki bara ræða það eftir þátturinn? Ég var til að taka, rífa tappan af einhverju flösku og hendunum. Og svo förum við bara á fund. En svo náttúrulega getum við líka eitt. Nú erum við með rosalega stóran hlustendahóp og hlustendur sem er búin að fylgja okkur lengi og þeir auðvitað viljum við líka fá ábendingar, fá hugmyndir inn. Á Twitter, hvað fólk vill og hvað má fara. Ekki spurning. En Egill, það er spurt og svarað sem er á síðasta séns, en annars séu gott hér. Síðasta séns? Sko, ég les spurningar sem ég fæ sendar. Það þekkit allir. Þannig að, já, fyrsta spurningin er mjög einföld. Frá hverjum er hún? Þorleifur, já. Tokki. Já, þess að sæll kæri höfðingi.
Man who can handle every change, left throw, segir Hvaða breytingar þetta alltaf hjá Egil? Ég veit ekki, Þorleifur hendir í þetta Ég að fylgjast með ykkur meisturinn á Snapchatinu ykkur F95 blóa Það geggjað, ég elska það Það ekkert sem kveiki meir í mér en þegar þú setur selfie-myndina inn þar inn It rocks my world Þetta eitthvað þá það á reynu Þorleifur pútar í röfi Þú mátt endilega setja fleiri hot boy myndir inn Það var líka geggjað að myndir uppdata þetta í hot bad boy eða you've been a bad boy, you hot boy eitthvað þannig eitthvað þannig koncept Hvað að gerast núna, Egill? Hvað að þér, svo langið Bara you never seems to amaze me, maður Við vorum að tala um mömmu þína, hún var að tala um hvað var indislegur drengur Það eitthvað að þér Og þegar þú varst í sturtu, orðum það bara þannig það var spilað aftur, svona 600 sinnum ha, segir hann síðan Segir Þorleifur? Já Það bara meðast að versta snappið sem er dótt inn hjá Það eitthvað svo mikið að þér En ég vildi bara hvetja áfram svo að gera keep up the good work hvaða Þorleifur En þetta þetta ekki spurt og svarað? Jú, það kannski ekki Það vantaði spurninguna Technically Það er að gerast æg oftar hérna Egill að þú gleymir spurningunni Þú ert svo upptekið með að hrósa það sjálfum þér að þú gleymir að spyrja í dagskrálið sem heitir spurt og svarað Þegar ég veit það og allir veit það, þú segir mér þetta sjálfur Nei, þú ert ekkert að grínast í mér Var þetta bara, þetta var hrósarna til okkar félagana og aðalega til þín og svo engin spurning Það var basically bara svona Kannski ég glemdi Þorleifur að skrifa eitthvað í restur, ég veit það ekki Shit, hvað þetta daburt maður Þetta er ástæðan fyrir þetta á síðasta séns Hann gleymir að skrifa spurningu Í dagskáliðinu spurt og svara Gekkja þegar þú ert í styrtu You've been a bad boy Takk, búið Hvað er, hérna, svo er önnur spurning Já, það er spurningum Þetta er vonandi spurning Sæll Gilsi með vandræðlega sögu skástrík spurningu Ég var í matabóðum daginn og Tengdó Byrjaði þannig séð með kærustinu og ég finna alveg að tengdapabbi og tengdamamma að dæma mig þessa dagana. Banna að dæma? Já, banna að dæma. Svolítið stress sem fylgir þessu matabóðum því ég skotin í þessari stelpu og ég vil að foreldrar hennar líki vel við mig. En ég lendi í atvikið þarna í þessu matabóði sem getur mögulega orðið til þess að ég þurfi að leita til sálfræðings í framtíðinni. Ég fekk allt í einu upp og þurri í magan hana og bað fólk að afsaka mig minn skrapp á salernið. Settið svo á salernið og þá kom nett sprengja bara. Raskinnarna voru valla búin að snerta setuna þegar það kom bara bomba og það er hrikalegt að lendi já og þannig að það er ekki lendi þessu ekki heima ykkur með öðrum en ok ekki heima nei en þú er nú lendi ykkur til að þurfa kannski búin að það var allir orðið veikist ég lendi því að þunnur og búin að fara að kenni bara veikur búin að fara að kenni ok áfram þurfa að syngja heima undan sér og beði ykkur að opna setuna og setja klósett ofan í og sért á leiðinni coming fast Hefur þú þurft að taka það? Ég þurft að taka það Ég viðurkenni Það er bara heldur og getur ekki orðið meira Þurftur að spara þér 3 sekundur Ég var bara við að bara gera á mig Það er ok Já, síðan segir hann Ég held nú í vonin að það hefði ekki heyrst fram En já, ég passaði með að sturta strax niður upp á lyktin að gera eins og þú hefur kent mér, Gilsi nema þegar ég ítti á takkan og gerðist ekkert og takkinn fastur inni og það lag bara vatn ofan í salerni. Þetta er bara dömur. Já, til að bæta gráan og svart, það var ekki klósettpapir sjáanlegur og ég heima hjá Tengdó. Ef að helvítið er til þá held ég að þessi nákvæmlega þessi aðstæða. En það er einn maður sem ég veit að hefur lent í þessu svona 10-15 sinnum, það er Stonefucker. Ég náði eiginlega að svara áður en ég fekk spurningu. Það væri frábært ef hann getur sagt mér hvernig hann hefði leyst þetta, þegar Jörundur. Þú varst til að hjálpa Jörund á hann, þú varst að segja alltaf og þú lendur oft í... Nei, hvernig leysir hann þess að hann hefur mátt Tengdó og hann er nú klósti? Ég hef fengið í magan eins og allir aðrir, ég ætla bara að viðurkenna það og allir ætti að viðurkenna það, það er ekkert af því. Þú fær svona netta kvelletur eða ekki? Nei, ég hef ekkert fengið nokkuð, nei, ég er bara með mjög heilbreiðar hægðir, góðar hægðir. En sko, ef við setjum þetta... Ég veit þetta náttúrulega bull í þér sko, en það getur verið að einhver lendi í þessu í alvörun úti, þá er fínt að taka þessu alvarlega og svara þessu. Ef þú ert í alvörunni einhvers staðar í heimsókn og ert búin að sprengja og engin pappír og svona, ég veit það ekki, hvað maður myndi sennilega hoppa í sturtu. Já, ég ljótt að segja, þú bara þarft að taka sokkiðin. Það taka sokkana báða og bara þrýfa allt sem er þarna í gangi, skilur ef það kemur eitthvað svona kveld þetta ekki að, mér finnst alltaf ég að vera að ræða svona í útvarpi þegar maður verða fertugir. Það að skeina með sokknum líka? Já, bara taka það og þrýfa hérna klósettið og allt. Hvernig getur þú þrýfið það? Og henda svo með sokknuðinum. Nei, klósettið, ég meina það er samt alveg, þú veist, þú getur ekki sturta niður.
Já, þá bara þrýfur eins... Já, reyndar, ég held Hvað þarf að gera við sokkinn? Hendunum svo. Og gluggan bara. Hvað heldur þú? Geta hann eða? Og bara hendur honum? Nei, kannski vildi bara sína með eitthvað. Þetta gerðist bara og... Sko, blöðar var komið með laust. Sko, Steindi, þú talaði bara Ég veistu hvað Steindi ætlaði bara að hoppa í sturtu? Nei, ég myndi... Frábær laust. Ég myndi sennilega bara girða mig og fara út úr gluggan. Ég myndi flýja þetta og bara fara bara að slökka á símanum mínum og hugsa bara svona hvernig á ég að tækla þetta. Sko málið og ef þú ert skotin í stelpunni, þú ert bara vonast að þú verður skotin aftur, sem að gerist hjá flestum sko. Það ekkert bara einhver ein, þú verður skotin aftur og þú ætti bara að gleyma þessu. Ángríns. Ég veit ekki. That ship has sailed þegar þú lendir í þessu. Maður getur líka reynd að segja að þetta hafi verið þarna. Ég hef kannski púlað það. Þetta var svona. Hvað í gangi? Það fer eftir hversu snemma þetta kemur í ljós. Ef þú reynir strax að sturta niður, leið þú búin að sprengja þetta eins og hann gerði, þá kemur strax í ljós að þetta sé eitthvað að, gerði það sér strax, fara beint fram, hún er búin að vera svo stutt að inni, bara heyrðu, það er eitthvað að klósettinu, það er einhver hefur ekki náð að sturta niður senast það var inni. Ég held að það sé besta leiðin, fyrir mjög auglýsingar, svo er það kortmyndur frekar og íslenskt slúður. FM 957 kynnir Rísapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 við tippum. Ein ássalasta rockhljómsveit sögunar, Guns N' Roses, fagnar 30 ára afmæli á þessu ári. Meðal þekktustu lagasveitarinnar eru Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City og November Rain. Það verður sannkvöldur rockveisla þegar öll frægustu og bestu lög Guns N' Roses verða flutt á stóra sviðinu í Háskólabíó þann 28. mars. Á meðal söngvara verða Stefán Jakobsson úr Dimmu, Jenny úr Brain Police, Snorri Snorrason og Arnar Friðriksson. Þessu viltu alls ekki missa af. Miðasala hafin á miði.is. Langar þig í heimsreisu, fara í sjálfboðastarf í Afríku, kafa í kristaltærum sjó á Tælandi, lærað surfa á Bali eða upplifa menningarundur Indlands. Hafðu þá samband við okkur. Kilroy, við látum drauma rætast. Kilroy.is. Því fyrr sem þú byrjar að spara, því fyrr eignast þú þitt eigið heimili. Búðu þig undir framtíðina með húsnæðissparnaði Íslandsbanka. Og nú færðu 100% afslátt af lántökugjaldi húsnæðislána þegar þú nýtir húsnæðissparnað við kaup á fyrstu eign. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. I provide best man services for guys like you. Fáránlega fyndin gamanmynd með Kevin Hart og Josh Gad í aðalhlutverki. Let's get to work. The Wedding Ringer. Step number 1. Let's work on your dancing. Komin í bíó. Hoi An, hæga elda nautakjöt, brakandi ferskt kimchi, sjóðheit bang bang sósa, steikt ferskt grænmeti, hvítlaukur og kóríander. Nam, nútíma asísk matagerð, nýbúlevegi og bílsöða. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Sailor Jerry kynnir tónleikar með Johnny and the Rest á Fredriksen Ale House í kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 11 og frítt inn. Láttu sjá þig. Hún gamla Svía Grýla endanlega dauð eða vaknar hún úr rotinu? Tippað á Ísland Svíþjóð. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Í dag 13 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Kæru neytendur, það okkar að veita aðhald. Vertu á verði.is. ASI. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Ekkert fyrir það. Chandelier með Sia og þetta lag er mér sem minnst ennþá geggjaði í dag. Ég er bara fyrir gírinn og hlusta. Já, þetta hrikalega flott lag maður. Ógeðslega flott. Það ekki, maður sko, ég veit ekki maður. Ég kom með leið á fólki sem alltaf, þú veist að þetta allt skemmtilegt maður. Já, þetta ekki að vera eitthvað fílubúki. Þetta bara geggjað lag. Nei, ég er líka bara að tala um lög eins og bara Einar Áttavilda og öll þessi helstu, Mortal Kombat lagið, Terminator 2 þýmið, öll þessi lög. Já, ok, en það komið að slúðri hér í F9 Blö og ekki mínu slúðri, heldur íslensku slúðri sem að Steindi Junior sérum og ber eindri ábyrgð á. Ég, Auðun Blöndal og útvarpsstöðin F9 berum enga ábyrgð á þessu slúðri. Verktakinn Steindór Þór Steindórsson sérum það og ég gef boltan yfir á hann. Þetta orðið bara svona. Veistu að segja svolítið, það ógeðslega óþægilegt fyrir mig að fá þetta svona á mig. Það stressast ég upp. Þetta bara eitthvað sem ég verð að gera. Þetta hrikalegt. Ég ætla bara að koma með yfirlýsingu
móti að við erum hérna 3 félagarnir með útastátt og við erum allir samsíkir og ég ætla að halda áfram. En hérna, ég ætla að koma með góðan punktið hann var að biðja sko trailer fyrir slúrið. Já, þú ert ekki komið með hann. Nei, og mér finnst líka góða punktur Agli, hann vil fá trailer fyrir allt. Ég held að það sé svolítið gaman að vera alltaf með. Egil svolítið hrifinn af trailerum. Já, hann svolítið hrifinn af því. Ég heimta trailer. Hey. Í næstu viku. Ekki samkvæmt mömmans. Nei, ég er ekki trailer trass. Í næstu viku vil ég trailer. Græja það. Ég ger það. Komdu með það. Ég fæ hjálp frá þér. Þú svona Ég trailer sérfræðingur, ég veit allt um það. Akkurat. En heyrðu, ég þetta með 3 mjög ferska móla. Og eins og ég segi, það náttúrulega búið að regnin tölvupóstum og regnin punktum hér og þar á Facebook og Twitter og hinga og þanga. Og fyrsti móli, það okkar maður Friðrik Dór. Frikki Dór, okkar maður Frikki Dór, hann stattu núna í Katar. Toppnáingi, að fylgjast með HM í handbolta þessa mundir og að snappa þaðan fyrir símfyrirtæki Nova. Já, var eiginlega elda bróðið sinni, ekki? Sem var að syngja upp Jú, algjörlega, og þú veist, og hann búinn að vera að kíkja á ströndina og fara út að borða og skella sér í eyðimörkina og hann búinn að vera mjög hress og skemmtilegur. Enda okkar maður, Já, því líka meistari, mikill Frikki Dór maður. Algjörlega, og hérna, en ekkert snapp hefur komið frá Frikka síðan að miðvikudagskvöldið. Nú, svo ekki eitthvað frá með það. Og fólk var að spyrja sig, skilur. Fólk farið að spyrja sig svona, hvernig stæði á því? Hvernig stendur á því að hann ekkert búinn að vera að snappa neitt að núti? En nú loksins komið skýring á þessu og þetta les maður nú bara á DFF og Vísi og öllum sem helstu frétta sín. Þetta náttúrulega út allt núna, það allir að tala þetta. Ég geti verið á set með hennar móla. En það alveg hrikalega strangt að núti. Það vita þannig flestir. Og Katar náttúrulega svona, þetta fyrsta dæmi og bara Al-Thani fjölskylda ræður þarna ríkjum og gefur enga sensa. En Frikki kynnist þarna einhverjum ungum strákum frá Noregi og tók rall með þeim að núti og þú veist, þetta voru einhverju svona nettir vandræðálingar, þú veist, Já. Hann hanga með einhverjum vandræðálingum frá Noregi? Já, og þú veist, við vitum alveg hvað Frikki er góður drengur, þú veist, en þeir höfðu vond áhrif á hann. Og þeir eru, voru sérst á leiðinni heim eftir fyllir í á miðvikudagskvöldinu og nýbúin að kynnast og svona og það var verið að opna bakari rétt hjá hótelinu hjá þeim og þessi normenn fóru að mana Frikka í að stela vínarbrauði og bakarínu. Og Frikki var náttúrulega dreipastur hungri, náttúrulega búinn að taka gott jam og hann getur nú getið maðurinn, þið vitið það. Það hefur komið í ljós. Hann hefur getið vel, sko. Já, og vitið menn, hann tegir sig í þarna, eitt með glassúri og fæ sér bita. Leið og hann býtur í vínarbrauðstrákar, þá var hann böstaður. Leið, það verður allt vitlaust. Það hringir þú veist, þetta er í Katar. Þú ert ekki að stela einhverju dóti. Það er ekki séns. Það hringja bjöllur og löggan er mætt bara á no time, strax. Og það kemur einhver svona svolítið dúbíus lögga, sko. Normenn er náttúrulega flúnir, hann er einn í þessu. Hringir eitthvað símtal og Frikki náttúrulega bara horfir á hann. Þá hringir símtal og fær einhver fyrirmæli. Fer svo í skottið á bílum sínum og nær í sveðju. Ég er ekkert að grínast með þetta. Og heggur höndina af Friðrik Dór við olbóðali. Hellir svo vodka í sárið og sparkar í raskætti og maður segir maður er alltaf að renna af sér upp á hóteli. Þetta var hann að missa Frikki Dór að missa hendina? Höndin var tekin. Höndin var tekin á hann. Það er sama bullið, maður. Hvað meinar? Þetta er út um allt internet. Er út um allt internetið að Frikki Dór hafi verið að stela vínarbrauði í Katar, gaurinn á því sveðju og tekið á hann hendina fyrir það? Misti hendina. Já, einmitt. Ég sé þetta hvergi. Við olbóðalið. Ég var að fara inn á Vísi, þetta hvergi. Ég meina, akkur er svona ólíklegt, ok? Elskar Frikki Dór vínarbrauði, já eða nei? Já. Ok. Þetta var sérbakka vínarbrauði með glassúri. Þekkist að þarna hendur og teknar af þjófum, já eða nei? Absolutely. Já. Staðfest. Þetta er bara staðfest. Já, ok. Herru, þá er það næsti móli og það er Siggi Hlös á mikli meistarinn. Ég er ekki með góða fréttur á honum. Steindi, þú ert ekki að fara að segja hann sé dáinn. Nei, alls ekki. Það stendur ekkert um það hér. Nei, ég heldur sér búin að vera með það slúður svona 4 sinnum. Nei, alls ekki. Það er bara ógeðslegt eitthvað fjölskyldu og vinum, sko. Ég myndi ekkert vera því. Alls ekki. En okkur þú var með slæma fréttir á hann? Ég er bara með hrikalega slæma fréttir að greiða kallinum, en hann er orðinn blindur. Þegið, Steindi. Störblindur. Já, hættu þessu. Hlustendur, Siggi Hlö er ekki störblindur. Hann er með fína sjón, ég er nýbúinn að hitta hann og hann sá mig og var allir góður. Hættu þessu, farið í næsta. Næsta móla. Hann er ekki blindur, Siggi Hlö er ekki blindur, Steindi. Þú mátt ekki vera að segja svona. Nei, það var þriðji mólin. Og það er hann Jökvan. Jökvan, maður. Okkar maður, Jökvan. Jökvan og konan hans eru stödd erlendis þessa myndir. En hjónin skelltu sér í brúðkaupsferð til Bali núna fyrir stöttu. Þetta er satt, strákar. Þið vitið það. Það kom aftan á fréttamæðinu. Já. Og það var, einmitt. Það fór með þeim hann Friðrik Ómar. Nákvæmlega. Og það er, ok,
Yes, ég er svo ánægð með þetta. Þið getið vottað það. Ég sá þetta aftan á fréttablaðinu. Já, og Friðrik góma vinnur hans, hann fór með þeim. Sem er frekar steikt. Ég ætla ekki að vera trufla slúðrið. Nei. En til dæmis ef að þú og Sírena, þú og Sigrún myndi gifta ykkur. Já. Það var skrítið að taka ykkur með. Ég var ekki tagging along, sko. Þó ég sé á lausu. Það er nú frekar steikt. Það er eitthvað. Er það ekki? Jú, er það ekki. Og en sko, sem er nú kannski ekki, þú veist, frásögufærandi. Nei. Nema hvað, en konan hans Jökvan er orðin alveg brjálu á þeim átt úti. Á þeim tveim. En þeir eru víst alltaf, sko, konan hans Jökvan er brjálu á Jökvan og Friðrik Ómari. Ekki vera búið til að setja eitthvað kjafta, því þeir eru þarna, sko. Já, þeir eru alltaf svona að hverfa í tíma og ótíma og þeir eru búin að vera, sko, hún er búin að vera bara nánast einað úti. Hættu þessu. Jó, bara svona, en bara leitaði, svo komaði tilbaka, sko, hann tók hérna, þetta er ljótt. Nei, ég var að hjálpa Friðrik með bussuna, hann segir hann hérna, hann var að sulla sósu, bara hjálpa hann. Hann talar alveg íslensku, sko. Það er bæðið með rasism og segja hann síst að þetta er ljótt. Jökvan er bara góður vinur minn. Ég þekki hann persónulega. Hjálpa með bussuna. Bara hættur að tala íslensku, það var svona fullur. Nei, hann var bara að segja að það var komið sósa á buxurnar Friðrik Ómars. Já, okkur sagði hann ekki bara svona. Hann talar íslensku, sko. Hann segir ekkert að sósa bussuna. Ég finnar allt í hann með þetta. Ég sagði hann sulla sós og ég bara hjálpa hann. Hann áða til að detti málið. En hann er mjög duglegur, jú, Sigur er búin að læra tungumáli mjög vel. Ég þekki hann mjög vel persónulega. Ég lofa því. Nei, þeir voru að snáðast eitthvað svona. Alltaf hverfast og þeir voru alltaf að koma með eitthvað svona ruggling tilbaka og kona var alveg þreytt á þessu. Það var bara svoleiðis. Og svo einn morguninn þá vaknar hann við eitthvað fíblalegt undir sænginni og þá var Friðrik Ómar sko komin upp í. Nei, hættu þessu. Jú, og þeir voru í í 69. Nei, hættu, þetta er komið gott núna. Þeir sögðust það að verið svoandi. Friðrik sagðist vera sex-zombie. Það er glæsilegt. Ég bestist afsökunar þessu slúri. Hann fóð með þessum vinur, veit ég. Hristum að sér í þessu. Og Farist Movement sem að komið með þetta Keflavíkur á Keflavík Music Festival. Gaman að heyra Kesir í gír. Kesir í gír? Já. Ekki reyna þetta. Reyndu frekar þetta Köksakinn Junior. Akkur þetta klínur sér að mér, Kes er mjög flott nafn. Nei, Kes er ekki að fara að festa. Ég er mikill Köksakinn Junior maður, ég er skemmtilegur og hress. Reyndar er það náttúrulega Stonefucker, það er eiginlega svolítið fast við hann. En jú, Blöð er í gír, það verður bara við ekki búin að vera í gír hérna síðan 4 í dag og við allir búin skemmtileg þáttur mikið að vera og þetta fljótt að líða. Algjörlega. Og segir sjálfur frá, vonandi höfðu þið jafn gaman af kæru hlustendur. Herru, já, hún er bara 2-3 mínútur. Það er 7 mínútur í leik, þess vegna við þurfum bara að fara að bruna heim núna. Ég ætla að horfa á leikinn. Já, ég ætla ekki að missa sekundu, sko. Nei, nákvæmlega. Svo er náttúrulega kallakvöld í okkur, Njörður. Já, akkurat. Manta gerist hann að hanga. Paldist þið? Gerist hann að skrópa. Já, ég er að fara á Ísafjörð á morgun. Okay, ég er að fara bara í flug á morgun bara í Ísafjörð og Mösselbóð er að fara að spila eins og ég kallaði þetta Bólungavík í Bísafjörð það sem stróp og strópljósin og djúpur bassi ráða ríkjum en pæliði, þegar að við vinnum Svíþjóð eftir og þá var allir eftir að leika að tala að þetta er bara strákunum í FNÍ blöð að þakka þeir peppuðu liðið upp sko. En Aron lofaði því að hann ætlaði að leyfa liðinu að heyra það er allir búin að heyra þetta fyrir leik, ekki lofa og sérleika bara hvernig þeir spila á eftir að sko þeir verða ákveðnir já, 100% sko bara enga verðingu fyrir þessu svíum, ekki neitt, bara pakka það saman En takk kærlega fyrir hlustunum í dag kæru hlustendur vonandi höfðu gaman aðeins og ég sagði það áðan og já, við verðum mættir hér eftir viku næsta föstudag í þvílíkum gír reyndar verið að tala að Sveppi Krull kom inn fyrir Gilsaran gæti mögulega gæti verið að fara í ferðalag gæti þetta henda með smá helgafett í London hvort sem verður ég fæ allar góða mann inn fyrir mig, Mushroom Sveppi eða Gils, það verður sama veislan ég get lofað eitthvað því. Heyrumst eftir viku, farið varlega helgina og hefði það gott. Við ætlum að enda hérna á heitasta laginu í dag og sko, þú varst að spyrja, þú sagðir að ég væri í gír. Já. Veistu sko, nú lofaði ég fyrir gír. Þetta lag